Þetta komið í gang, sýnist mér. Já. Yes. Við erum lifandi. Við erum live. Og hún akkurat 5 mínútur í hana. Já. Svo maður sér líka ef það einhver horfandi. Já, það engin horfandi. Það engin horfandi okay, núna. Nice. Það smá hvort að birta, já, það fín birta hérna. Það eitthvað að gerast. Þetta ekkert byrjað, þannig að fólk sem komið inn, ekki örvænta, viðburðurinn ekki formlega byrjaður, það ennþá 5 mínútur í þetta, þannig að ef við sjáum okkur bregða fyrir, þá bara reynið að hunsa það þangað til að klukkan orðin 10. Akkurat. Þetta bara svona innsýnin í græna herbergið í rauninni. Basically. Já. Hæ, við erum í græna herberginu. Já, það reyndar hvorki grænt. Nýja herbergi. Við erum svona gangur. Já. En við getum kannski bætt að með að setja grænu. Já, þetta allt annað. Nú það svona grænt herbergi. Já, fallegt. Ég mjög ánægð með þetta framtak. Takk fyrir. Ég líka. Ég mjög stolt af þessu. Við getum bara að prófa. Halló! Hæ, Kata! Það kannski ágætt, þeir sem eru komnir inn getur kannski sagt okkur, þú veist, ef maður að syngja eitthvað svona la 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 di 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 da, þú veist, heyrist alveg í píanónu? Já, góð spurning. Þú veist, of mikið og lítið. Þetta er svona hljóðprufa. Hljóðprufa? Já. Þeir sem mæta snemma að fá að vera í hljóðprufu. Fá aðstoða okkur við þetta. Og svo maður líka að tjekka því hvort að gítarinn best í gegn líka. Heyrist hann? Alveg klálega. Heyrist fínt. Heyrist fínt. Gott. Glæsilegt. Frábært. Passlegt, annars bara Glorious. sendiði skilaboð í caps á okkur á eftir og við reynum að aðlaga. Öskur reiði. Já, frábært. Gítarinn góður, kemur hérna. Ok, og þá, ég þessum bara að þá var bara fyrsta atriðið að sessi í stilli gítarinn, nákvæmlega. Já. Þið kannski fer afsíðist, Ég hef ofana fyrir fólkina meðan. Já. Very nice. Þetta fer bara alveg að bresta á. Já, ég nú bara, ég sem þetta nota að fara til túna hérna. Já, gítartúna. Gítartúna. Það nafn sem kætir mig alltaf jafn mikið. Já, mig líka. Þetta gleðilegt. Það bara virkar ekki jafn vel á íslensku. Þess vegna gítartúnfiskur. Já, mér finnst það mjög leiðilegt. Engin orðaleikur í því. Nei, voða lítið. Nei. Við erum að vona að guðir tækninnar verði okkur hliðhollari en tvíhöfða í síðustu viku. Við erum að vona það. Ég hef fulla trú á þessu. Það bætist alltaf í hópinn. Hvað eru margir? Það komin 21. Nei, hvað það bara, já. Nice. Ísafjörður mættur. Ævinlega velkomin Ísafjörður. Eins og hann leggur sig. Nice, bara allir Ísafjörður. Já. Það algjöru trassi við samkomubann og komum saman til að horfa á þetta. Það bara betur mætt til okkar núna heldur en að græna hattinn. Já, heldur betur. Þetta geggjað. Þetta stór dagur hjá okkur vandræðaskáldum. Við erum á græna hattinum í kvöld, eða vorum þar í síðustu viku, með enga áhorfendur, sem var svona tilbreyting. Það yfirleitt betur mætt þegar við erum að spila. En við bara lifum með því. Þannig að já, þetta fer bara alveg að byrja. Það 1 mínúta til stefnu gott fólk í að þetta byrji formlega og við förum að gera það sem við komum hingað. Ég kom náttúrulega ekki, ég bý hérna en ég er búin að vera hérna. Ég kom hingað. Já. Og algjörlega þverbrjóta öll lög um 2 metra reglum og við erum svona nálættir. Ég veit það, þetta hrikalegt. Þetta ætti að vera hérna. Alma... Nú er ég 2. Já, þetta bara flott. Ég að fíla þessa dýnamík. En það ekki? Er þetta ekki eitthvað sem við getum unnið með? Ég held það. Ég sé ekki alveg einu sinni hvað er að frella. Nei, ég bara segi þér hvað er að gerast þegar að... Já, það er gott. Þegar að... Þannig mér finnst þú þurfa að vita það. Eða svo fyrir undir. Já. Það er gott. Akkurat. Já. Erum við það komin í það? Bara
hún var að slá 10. Já. Segir klukkan mín allavega. Góðan og blessan daginn og verið velkomin í beina útsendingu hérðan frá Akureyri í gegnum Þekkingarnet Þingeyinga. Vissulega. Og ég byrja bara að þakka Þekkingarnet Þingeyinga fyrir að bjóða okkur að vera með í þessari skemmtilegu seríu. Við fylgjum hérna í fótspor Svavars Knúts og Tvíhöfða. Stórkostlegt fólk. Já, heldur betur. Bara namesti, takk fyrir þetta. Þetta var alveg. Við ætlum svona bara, þetta verður ekkert mjög formlegt og af því að þið hafi nú tækifæri til þess að senda okkur athugasemdir og spurningar og svona, þá bara hvetjum við ykkur eindreið til þess að gera það. Já, að gera, ef þið eru forvitin bara lífið eða okkur eða bara okkar sína á eitthvað, þá bara endilega slengið fram spurningu. Já, og mér datt í svona bara því að það er morgun og þú veist, að syngja á morgnana, það gengur svona misvel, þú veist bara þegar maður þarf að hitta sig upp. Já, þú ætlar að gera eitthvað skala fyrir okkur? Já, ég ætla að gera skala, það var nákvæmlega það sem ég ætla að leggja til. Nei, ég var að hugsa að þú veist, ef við ekki bara syngja eitthvað mjög stutt lag og lag sem jafnvel tengir okkur við Þingeyinga og eitthvað það. Og það er náttúrulega bara gamla góða lagið okkar Vaðlaheiðargöngin, þar sem þau fengu að verja sig. Það er nóg stutt til þess að það tefji ekki hina formlegu dagskrá. Það er svona. Það vilja allir fara inn í mig en það vill enginn borga fyrir það. En þau stóð að væri önnur smuga og við ættum bara að láta það duga. Það sé til önnur betri leið og hún sé næstum alltaf greið. Því ef þú vilt ekki komin að framan þó það sé sárt og ekki nærri jafn gaman, þú mátt koma í skarðið, þú mátt koma í Víkurskarð. Og þið megið það hvenær sem er. Bara any day. Ég þreytist, stundum þegar ég er að sofna á kvöldin, þá sé ég fyrir mér svipinn og samgönguráðherra og fólkinu sem var hann í göngunum. Þegar við fluttum þetta lag við opnun Vaðlaheiðargöngana, þá ætti ekki vona, það er ljúf minning. Já, yndislegt. Það er eitthvað sem maður getur hlýjað sig við á kvöldstundum. Algjörlega. En það er skemmtilegt frá því að segja að þetta er eiginlega bara í annað skipti á okkar ferli sem að við höfum verið live eða sýnd beint, eins og maður segir nú í íslensku. Já, akkurat. Það er svolítið merkilegt miðað við það að við eigum núna í sumar Vandræðaskáld eiga 5 ára afmæli, myndir trúa því. Og samt er þetta bara í annað sinn sem við erum í beinu streymi. Og það er oft sem það var kannski meira stress í fyrraskiptið sem við vorum í beinu streymi. Því að þá vorum við á Siglufirði, þetta var hérna útsending Landans, það var mjög skemmtilegt. Og það var þannig þegar við komum í settið, við höfum gert ráð fyrir að geta haft gítarinn og píanóið og svona kastað þessu milli eins og við erum gjörn á að gera. Nefnum hvað að þegar við mættum á staðinn þá allt í einu bara var ekki hægt að vera með píanó. Nei, og þú var tjáða að það væri búið að stilla settin upp svo fallega að það væri ekki pláss fyrir píanóið. Þannig að næsta klukkutíma, meðan við biðum eftir því að fara í beina útsendingu, þá sátum við út í horni einhvers staðar á hótelinu á Sigló og við vorum bara eitthvað, ég var að reyna að plokka upp sem sagt hljómana. Allt sem ég var búin að æfa. Já, nákvæmlega. Þannig að, en þetta endaði allt vel og þetta hefur bara ekki klúðrað einum einasta hljómi. Nei, þú bara stóðst þig svo hetja. Bara, ég er mjög stolt. Þannig að þetta er kannski ekki jafn mikið áhættuatriði í dag, en við svona, já, ég veit ekki, við ætlum að fara víðan völl. Já, við ætlum að það er reynda pínu áhættuatriði því við ætlum bæði að frumflytja lög. Já, það er rétt. Hérna í dag. Það er rétt. Sem er og þau eru frumsamin í gær, bæði. Já. Þannig að það verður bara áhættuatriði pínu að sjá hvort að við munum textana. Textana og hljómana og bara, það er svo margt sem getur farið úrskeiðis. Já, það er skemmtilega. Yndislega skemmtilega við þetta allt saman. En er ekki allir bara þokkalegir fössari í fólki? Það er fössari í fólki. Nei, ég er að meina, þú veist, það er svo skrítið, það er bara allir dagar eins þessa dagana. Já, fössari er ekkert rosalega ólíkur miðvikudegi eða mánudegi bara. En það er reyndar við erum eiginlega að gera þá játningu, ég allavega fyrir mitt leyti, að þú veist að því að við erum sjálfstætt starfandi, verktakar, að þá er þetta ekkert svo mikil breyting? Nei, sjálfur sér. Ég er að meina, þú veist. Þetta er svona eins og ég sá mynd á netinu daginn sem stóð, þetta er tíminn sem að ég er búin að uppgötva að lífið sem að ég lifi er kallað kvarantín. Já. Það er svolítið þannig, þú veist, það skiptir engu máli hvort það er helgi eða það er yfirleitt minna að gera bara í miðri viku þegar maður er svona skemmtikraftur og svona heldur en þangað til nú er bara
Nú bara aldrei neitt að gera. Aldrei neitt að gera. Þannig að maður bara búa sér til, eins og í gær, þá vorum við hvort í sínu lagi að semja lög og svo var maður að reyna að skrifa, alls konar vinnað svona framtíðarverkefnum sem vonandi þegar þessu öllu saman líkur fær að sjást. Já, ég meina það verður vonandi einhvern tímann búið að aflétta þessu samkomubanni og þá getum við tekið upp þráðinn þar sem við stungum honum í púðan. Já, það er það sem allir segja. Allir segja, já, alltaf. Við höldum okkur við það. Já. Nei, já, ef ekki að syngja bara annað stutt, ef við syngja hérna, af því að við erum svona sem sjálfstæðsstarfandi verktakar, ef við að syngja... Verktaka, bara Jú, svona... prófum þetta bara. Prófum þetta. Ó, verktakar, enginn rukkar eins og verktakar, enginn skítmixar eins og verktakar, enginn tekur svart sem verktakar, enginn jafn upptekinn á sumrin og verktakar, það skiptir ekki svona, en enginn rukkar jafn hrikalega mikið fyrir verkin og verktakar og enginn fyrst alltaf fram úr kostnaðaráætlun og tímaáætlun eins og verktakar og enginn, ég segi ykkur það, enginn grætur eins og verktakar og við tölum af reynslu. Enda annálaður verktakar. Annálaður og væluskjóður líka. Já, og það. Já. Þetta er náttúrulega augljóslega ekki lag eftir okkur þó við höfum gert þennan nýja texta. Hvað meinarðu? Þetta er ungur upprennandi lagahöfundur sem heitir Magnús Eiríksson og þakkum honum kærlega fyrir og hvetjum ykkur eindregið til þess að fylgjast með honum. Hann á eftir að gera góða hluti. Já, flottur strákur. Já, ég hef trú á þessu. Þannig að þetta er svona það sem við erum búin að vera að velta fyrir okkur, þetta er verktakar og ástandin í samfélaginu. Við erum búin að skoða margar hluti, það er mikið verið að skoða netið og margir sem hafa kannski ekki verið svona eins mikið á netinu áður, eru svona fastir á internetinu og ég er búin að finna einn hóp sem er eiginlega bara búin að eyðileggja líf mitt. Já, þetta er hópur sem heitir, hann er á Facebook, þetta er stór hópur, ég held að sé rúmlega 10.000 manns í þessum hóp og heitir Nammi Tips. Já. Ég mæli með því að þið farið í þennan hóp, hefur ykkur langað til þess að verða akfeit og velti ykkur upp úr alls konar nammitegundum af því að þetta er hrikalegt. Það er alltaf verið að svona ýta undir einhver nostalgíukast einhver nömm og uppskriftir og þetta er hryllilegt vegna þess að þetta er einhvern veginn, nú er þetta eina sem ég sé þegar ég skrolla niður í feedið mitt og ég kann Karinu, vinkonu minni, engar þakkir fyrir að vera administrator eða stjórnandi þessari síðu. Nei, ok. Þannig, en þetta er gott ef að ykkur leiðist og hverjum leiðist ekki núna. Nákvæmlega. En annar reyndar að þegar við erum að tala um Facebook-grúpur, þá mæli ég líka með því að ef ykkur langar til þess að hlæja pínu að ástandinu og svona sjá skemmtilega hluti, þá að gera að kíkja í hvað þetta er ég skrifaði þetta niður af því að ég man ekki neitt. Þjóðfræðisöfnun COVID-19. Þetta er ógeðslega fyndinn hópur. Já, ég hafði bara aldrei heyrt um þetta fyrir þú sagðir þetta hérna áðan. Já, þetta er nefnilega safnað saman alls konar svona sem heitir meme. Alls konar svona bröndurum og svona myndum þar sem verið að gera grín að svona spaugilegum hliðum þessa ástands. Þannig að ég mæli með því að kíkja það. Og það er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur sem náttúrulega störfum öðrum þræði allavega í og hrærumst í svona þessum grínheimi erum að koma og skemmta og veistustýra og eitthvað. Þá náttúrulega er rosa brýnt að þó að hlutinni séu alvarlegir og eitthvað að það sé hægt að gera grín að þeim. Og við erum svolítið mikið í þessum stuttu lögum. Stuttu lögum. Það er svo fínt að okkar einkennismerki. Lög eiga ekkert að vera lengri en svona 30-40 sekúndur. Það er bara óþarfi. Já. Skil ekki því fólkinu með 5 mínúta lögin sín. Og þetta þarf ekki að vera flókið, svona eins og þegar maður tekur bara þetta fjögra hljóma. Já, það er mjög fallegt. Þetta er svona dinner tónlistarlegt og sko, þetta kom til mín daginn mjög viðeigandi í dag. Mér langaði til þess að kyssa þig en þá fórst þú að hósta mig og það var til að kóróna kvöldið. Bú, 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 nú erum við löðrandi í spritti. Æ, í heimasóttkví. Ó, allt er gott sem endar vel. Og
þetta bara svona mín tilraun til þess að reyna að horfa, þú veist, jákvætt á hlutina. Björtulega, þetta vissulega mjög... Það ekkert alltaf hægt, sko, ég til dæmis sá á Twitter í gær, þá sá ég að það var maður sem búinn að vera 14 dagi sóttkví og á síðasta degi þá, fekk hann tilkynningu að það hefði verið rakið smit til einhvers í fjölskyldunni sem var að deila sóttkvíni með honum. Það var einhver smitaður, þannig að þau voru dæmd í aðra 14 daga og við bara sendum samstöðu kveðjur til fólk sem í þessum aðstæðum. Sannarlega, til allra þarna. Þannig að þetta er merkilegt og endilega við erum aftur bara að minna það því ég sé að það búið að bætast heilmikið í hópinn. Þannig að það einnig 79 manns. Þannig að verið velkomin. Ef þið að bætast í hópinn. Þú veist, ef það eitthvað sem þið viljið vita eða viljið spyrja okkur að einhverju eða viljið að við syngjum eitthvað, þá djöglum boltum. Já, djöglum boltum, ég mjög góð í því. Ég reyndar ekki með bolta. Nei, við erum með keðjusægir. Bollum. Þá bara endilega óhikað sendið þið á okkur eitthvað. En við ætlum svona að, eitt sem við vorum að tala um, að því að við byrjuðum, eins og áður kom fram, fyrir 5 árum síðan. Fyrir 5 árum síðan, þá held ég að við höfum fengið við umsókn. Já, við vorum bæði svona tiltölulega nýlega flutt heim frá Bretlandi þar sem við höfum bæði verið í námi og einhvern veginn ákvaðum að þegar við fluttum heim á svipuðum tíma að við þyrftum að búa okkur til einhvern atvinnugrundvöll bæði svona listapakk og athyglisjúkir svo við erum við eruðum að gera eitthvað svona til þess að draga athygli því að við værum komin heim. Og við sóttum til uppbyggingarsjóðs Norðurlands eystra og Þingeyingar falla nú sannarlega undir það þannig að við erum að tala um það í þessu þekkingarneti sem við erum öll flækt í núna og við sóttum fyrir sýningu sem við ætluðum að gera og við vorum ekkert búin að plana þetta alveg 100%, við bara skrifuðum niður það sem okkur fannst hljóma svolítið svona sexy. Já, gerðum þessa alveg episku umsókn og bara þetta er fín umsókn. Svo kom því, við fengum styrkinn og svo byrjuðum við að vinna í umsókninni og svo vorum við bara hvað skrifuðum við í þessu umsókn? Þannig að það fór svo á endanum að við notum þess að umsóknina til þess að styðjast við að við vorum ekki búin að semja sýninguna fyrirfram. Nei. Og urðum náttúrulega svo semja sýninguna þegar við vorum búin að fá styrkinn. En úr þessu var þess að sýning sem hét Útför, saga ambáttar og skattsvikara. Og grunnhugmyndin að sýningunni var svo að við Íslendingar, við getum rakið uppruna þjóðarinnar til tvenns. Það annars vegar til keltneskra og írskra þræla sem var stolið. Og svo hins vegar norskra skattsvikara sem vildi ekki borga lögbundin gjöld til konungsins í Noregi og komu þess vegna hingað með þrælana með sér. Já, fyrir að ný ókeypis lönd og svoleiðis. Já, og við vildum meina að þetta útskýrði mögulega og ég held því bara blákalt fram að þetta útskýri algjörlega til dagsins í dag hvers vegna Íslendingar eru eins og þeir eru. Já, ég held að það sé bara deginum sannara. Já, þú veist, við erum bara svona þrælar sem látum allt yfir okkur ganga en erum samt tækifæri sinnaðir skattsvikarar inn við beini ef við fáum tækifæri til þess. Og þarna í þessari leiksýningu eða svona revju var okkur bent á að væri örugglega réttar að kalla það. Við vorum svona revja. Þá tókum við þessi hlutverk. Hann að sjálfsögðu var skattsvikarinn. Eðlilega. Og ég að sjálfsögðu þrællinn. Ég er svo þrælslunduð. Akkúrat. Og af því að við svona ætlum að velta fyrir okkur hvað breytingar verða á samfélaginu núna í kjölfar. Já. Þú veist, þá er áhugavert að spá í því fyrst hvaðan við komum. Já, og líka áhugavert að koma inn á það að þessi sýning var náttúrulega samin rosa mikið í kjölfar hrunsins. Já. Sem að var svona efnahagshrun hið fyrra virðist vera því að núna stefnir allt í World War II bara. Já, og svo akkurat. Það var svona stór atburður sem að skók heimsbyggðina og okkur náttúrulega alveg sérstaklega. Já. Og það sama er náttúrulega á tenninu núna þannig að áður en við höldum lengra áfram þá kannski bara að spila upphafslagið úr þessari gömlu, þetta 5 ára gamla lag sem að heitir Forfeðraveldið og ég augljóslega er skattsvikarinn í þessu samhengi og Sessi er þrællinn. Og já, þetta er svona forfeðraveldið, prófum þetta. Ég sigldi burt frá Noregi með
Ást og nýja skó og peninga og hesta sem sveikst ég að greiða. Ég kom svo við á Írlandi og verslaði þar nóg af þrælum bæð og vistum en tókst hjá greiðsla sneiða. Ég satt ein á Írlandi og frjálst höfuðstrauk, dansaði og spilaði, hló og sagði sögur, en svo kom einhver norðmaður og frelsi mínu lauk. Úr skipi kvaddi Írland, en hlíðin var svo fögur. Leiðin liggur norður á við, á fjara veraldar, og engan órar fyrir því hvað við finnum þar. Við settumst að á Garðarshólm og byggðum bóndabæ, nótt og dag strituðum, litla hvíld við fengum. Já, en ég gekk og rabbaði við fólk og sagði hæ, við erum ný í hverfinu og treystum engum. Nema í næstu kosningum þá treysti ég á þig, því stofnað hefur ég nýjan flokk og líka nýtt kjördæmi. Ég skal redda rafmagni, já, þú mátt treysta á mig, og ef þú setur exuð mig þig fálkaorðu sæmi. Því leiðin liggur yfir á við, vel hér út allt, og ég á næga peninga, ég appelsín ég margt. Vanhæf ríkisstjórn, en geri ekki neitt í því bara þræll ég og aðeins eitt víst í þessu lífi, þú munt svindla á mér. Svo kvarta ég í kommentum og allir læka það, samt verður engin breyting, því aðrir hafa völdin. Já, en mikilvægast þú þrællað, þekkir þú þinn stað og abbist ekki upp á þá sem ráða bak við tjöldin. Því leiðin liggur niður á við, allt gott hjá þér, og eitt það sem enn víst, þú munt svindla þér, þú munt svindla þér, ég mun svindla á þér. Já, það bara þannig og ég enn að því að svindla á þér. Já, vissulega. Þannig lífið. Það komið fyrirbund. Komið það er komið óskala, já, við verðum við því á eftir. Já, ég skal skrifa það niður hérna. Já. Slá í gegn, já. Og endilega komið fleiri óskalög eða spurningar. En það er einmitt málið, sko, við erum ennþá bara... Það fór næstu yfir í 100 manns. Það fór upp í 100, já. Það er gaman að vera með ykkur öllum sem voru að bætast við. Við erum sem vandræðaskáld og erum að tala hvaðan við komum og svo ætlum við að fara í það. Jákvæða konan. Jákvæða konan. Setjum geggja hérna á listan. Já, við skulum gera það. Já, við gerum það fyrir þig, Hildur. Hilda Jana, já, þetta er Hilda Jana. Sælublessuð. Sko, já, en einmitt, þú veist, við erum að svindla á hjúkrunarfræðingum. Jú, það er víst ábyggilegt. Það er verið að svindla á þeim. Já, þannig að þú veist, þetta þó að þessu er 5 ára gamalt lag, þá náttúrulega spannar það Íslands söguna. Jú, vissulega. En kannski verður þetta dæmi, allt sem í gangi núna, til þess að það verður einhver breyting, eða þú veist, svo hugarfarsbreyting. Já, mér veist hérna, annað svona brandari, því ég alltaf að fylgjast með þessara síðu og þannig á netinu sem ég var að segja ykkur frá. Já. Sem mér veist rosalega góður, var hérna, ef kapitalismi er svona frábært,
frábær. Hvers vegna hlaupaði þú alltaf til sósíalisma þegar eitthvað bjátar á? Já, mjög góð punktur. Bara áhugaverð spurning, sko. Áhugaverð spurning sem þetta veltu. Nei, og svo náttúrulega líka, mér starri vinnur okkar bendi mér á það í gær, þú veist, maður hefur ekki heyrt múkk í fólkinu sem alltaf auglýsa að ég vinn heima hjá mér og ég með $150 á tíman sem í öllum kommentarkerfum alltaf. Það hefur bara alveg horfið eftir að allir fóru að vinna. Ótrúlegt, sko. Ég hef allavega ekki orðið var við það. Nei. En ég var spáðið að taka kannski lag. Já, frumflytja. Frumflytja. Við náttúrulega kom fram hérna áðan, við ætlum að frumflytja 2 ný lög sem voru samin í gær. Já, ég var svona að hugsa það að því að við erum að tala svona hlutina sem skipta máli. Já, algjörlega. Ég styð þetta eindreið. Ég ætla bara að fikra mig hérna til hliðar, þannig að gítarinn komist fyrir. Þið sjáuð ekki gítarinn, en Sessi með gítar. Hann hérna í alvörunni. Þetta ekki plat. Nei, þetta ekki playback. Þetta ekki playback. Og svona forsagan kannski að þetta lag sem samt í gærkvöldi, þannig að þetta svona áhættuatriði, það verður spennandi að sjá hvernig gengur. Ég að hugsa textan hérna, hvað fyrsta línan, það hjálpar alltaf að rifja upp. Þannig að ef þið að spila svona live eða á gigum, gott að rifja upp fyrstu línu áður maður byrjar. Já. Okay. Þetta var ókeypis heilræði. Þetta var ókeypis heilræði, beint frá mér. Maður heyri það náttúrulega leið að Sessi hefur marga fjöruna sopið í þessum... Ég alltaf að súpa fjörur. Óslega pirrandi. Og það alltaf sjór. Alltaf sjór. Breytist aldrei. Hvernig var það? Það var eins gott að ríkið reddaði bláa lóninu. Því túristar sjást hér fyrir næstu jól. Það væri gott að skattarnir geta redda málunum. Það eins gott að aldurinn komst í skjól. Því það sem skiptir máli og lóni vantar næst og nýja skó. Já, það sem skiptir máli og það að stjórnin fær ein nóg. Það þarf að forgangsraða í svona kórónufaraldrum. Bláa lón í framlínunni og það var eins gott við lækkuðum launin hjá hjúkrunarfræðingum því það hvernig gæti þau svo sem hjálpað mér því það sem skiptir máli og enginn nema góða fólki deyr já það sem skiptir máli en túristarnir þurfa að fá sinn leir já það sem skiptir máli ekki nema góða fólki deyr, já það sem skiptir máli því túristarnir þarf að fá sinn leir og hjúkrunarfræðingar fá ein meir og ljósmæður fá ekki heldur meir en túristarnir baða sig í leir þó að séu afskaplega fáir túristar hér á landi. Yndislega fallegt. Já, yndislega. Yndislega fallegt. Og mjög satt. En svona að öllu gríni slepptu þá náttúrulega sendum við að sjálfsögðu alla okkar ást til þeirra sem eru í hinni raunverulegu framlínu. Já. Sem eru fólkið á sjúkrahúsunum, heilbrigðisstofnunum, í sjúkraflutningum og þess háttar. Þannig að bara takk. Já. Og ég vona innilega, og örugglega bara við vonum innilega, að þeir sem að völdin hafa sjáu sóma sinn í því að redda hjúkrunarfræðingum svona mannsamandi launum. Algjörlega, gera það sig í brók og bara gera hlutina almennilega. Já, líka bara svona fyrst að þau eru, ég veit ekki svona á annað borð að setja líf sín í hættu til þess að bjarga okkar lífum, þá svona fyrst mann að kurteisi að þau fái mannsamandi laun og ekki launalækkun. Nei, algjörlega, skál fyrir því. Skál fyrir hjúkrunarfræðingum og öllum hinum sem eru að standa sig vel. Vonandi allir með eitthvað sterkt í bollanum á heimaskrifstofunni. Ég það allavega, nei. Já, þetta var svona hráútgáfa og ég á eftir að henda inn einhverju svona rúnaðri útgáfa þegar ég er búin að læra textanumlega. Já, sko, fyrst við erum í þessum gír, þú veist, að frumflytja og ég ekki bara klára þetta af þessi áhættu atriði. Ok, spennandi. Sko, ég einmitt samt í lag í gær líka og það var svona tilraun til þess að fanga það hvernig hlutinir eru núna. Og ég útskýra það ekki sérstaklega, þetta er bara að spila þetta fyrir ykkur. Og ég ætla að rifja upp fyrstu línuna eins og Sessi gerði. Sko, hérna. Ég veit að útlit þið svart í ári virðist að
ansi hart og hvergi sólar glæta en samt ber þess að gæta það gæti verið verra það gæti verið verra þú ert í miðri jarðarför og þarft að öskur hnerra gæti verið verra það gæti verið verra í krappri beygju losnar steypukerra það eina sem ég meina það gæti verið verra og þið viljið örugglega fá einhver dæmi hvernig það gæti verra sko úr efri enda flæðir gubb og drull úr þínum neðri og þú ert fastur út á vol í Íslands sumarveðri þú gætir kveikt í skemmtiskútu lengst úti á sænum þú gætir líka orðið út á hjól í Vesturbænum þú missir tungi rennihurð og kemur ekki orði en ert samt ráðinn starfsmaður hjá Lín á skiptiborði gæti verið verra það gæti verið verra þú ert að keyra á 200 þá birtist barnakerra gæti verið verra það gæti verið verra þú ferð á Tinder date með slísi perra það eina sem ég meina það gæti verið verra og eru lítið fleiri dæmi og þú sækir barn á leikskóla en samt ekki það rétta og mann sem var að missa fót þú spyrð hvað sé að frétta þú ætlaðir að bregða ömmu í felum bak við skjáinn en stökk svo fram í myrkrinu og nú amma dáin þú gætir kulnað líf þitt allt orðið mjög úttaugað og uppgötvað að það hægt að fá klamydíu í augað gæti verið verra það gæti verið verra það gæti allt orðið miklu verra það eina sem ég meina þú gætir fengið klamydíu í augað og það satt Já. Þetta lærði ég daginn Hvernig ég sjálfur ég var að lesa þetta í mjög skemmtilegri bók eftir sama gaur að skrifa þannig að this is going to hurt hann læknir Já, ok og það segja frá því að vinur sinn hefði lent í þessu að fá klamydíu í augað þannig að bara hver dagur er skóladagur huggum okkur allavega við það þó við séum í sóttkví eða einhvers staðar lokuð inni með fjölskyldu og öðru yfirþyrmandi fólki nefni ekki nöfn mamma, nei tjók þá erum við allavega ekki með klamydíu í augan einmitt það fær maður það í bæði augun eða bara eitt auga ég veit það ekki okay. kannski er einhverjir læknar að fylgjast með sem geta svarað þessari spurningu þetta minnir mig á hræðilegan hlut sem að gerðist í menntaskóla ég get sagt svo já þetta byrjar ekki mjög vel en endilega deildu ok, það sem að gerðist var sem sagt forsagan af þessu er að á þessum tíma þá var ég með það var búin að uppgöta það er mjög skemmtilegt þegar maður tekur auga á vinkonu sinni og færi það alveg upp á sínu auga og blikkar rosa hratt þannig að augnhárin svona kýtli auga á henni þetta var eitthvað sem við gerðum í menntaskóla þetta hljómar bara verulega óþægilegt nei, þetta er mjög fyndið, ég mæli með því að þið prófið þetta ef þið hafið einhvern nálægt ykkur sem er ekki smittaður á neinu já en nema hvað, þetta var eitthvað sem ég gerði og pældi mig ekki til því nema hvað, svo í náttúrufræði tíma hjá Ástu Flosa, yndisleg kona þá vorum við að læra þetta og þá kemur Kata er að fylgjast með og hún bara ekki þessa já, mér finnst þetta bara svo fyndið af því þetta er svo hræðilegt já, þú verður að klára þetta fyrst þú ég verð að klára, sorry Kata þetta verður að heyrast, alheimurinn verður að fá að vita þetta það sem að gerðist sem sagt var við vorum að læra flathlús og kennarinn okkar sagði sem sagt bara, heyrðu, það er líka hægt að fólk getur fengið flathlús í augnhárin og ég var bara eitthvað, maður og þú veist, allir voru bara eitthvað og þá sagði ein bekkjarsystir okkar bara eitthvað, hvernig getur það gerst? Og svo sagði hún,
það er svona eins og Sesselía er alltaf að gera. Og ég bara, nei, það er ekki eins og Sesselía er alltaf að gera. En hún sem sagt var að tengja þetta fyririldablæfangjadæmi sem að ég hafi gert við allt aðra hluti sem að hún áttaði sig ekki alveg á að voru allt aðri hlutir. En blessu sér minningar. Það er mjög falleg sýn á heimil sem það ímynda sér að það sé þannig sem að flatlús einmitt smitast. Og þetta var sama bekkjarsystir mín sem að átti þau fleygu orð þegar við vorum einmitt að tala kynsjúkdóma og getnaðarvarnir og annað slíkt, að hún sagði, byrjaði sögu raunverulega á þessum orðum. Herri, ég var einu sinni, ég meina vinkona mín, og við vorum bara, nei, þú getur ekki klárað þessa sögu. Nei. Þetta verður ekki góð. Það er engin góður endir á þannig sögu. En stórkostlega saga, engu það síður. Já. Ég vissi ekki hvert þetta var að fara, en ég er fegin að bara ykkar allra vegna þannig úti sem eru að fylgjast með svo þetta varð ekki verra. Og það sem er verra samt að hún kláraði söguna. Og sagan fjallaði það hvernig vinkona hennar notaði kók eftir á sem getnaðarvörn. Sem er hræðileg hugmynd og kennarinn okkar bara nei og við bara nei. Sko, Sesselía, það er ekki komið háti á föstudegi og þú... Það var ekki sama stelpan, Katrín. Já, Nei, það er rétt. Já, heyrðu, þetta voru tvær ólíka stelpur. Ég var sem sagt með mörgum mjög gáfulegum stelpum í bekk. Þú varst alltaf ekki heima skóluð þessu krakkar margir í dag. Nei, það er rétt. Þeir lenda Það væri verra að lenda í þessu í heimaskóla. Það væri mikið verra. Og bara allt tala kynsjúkdóma og eitthvað er miklu vandræðalegra heldur en... Já, akkurat. Og er það nú vandræðalegt fyrir? Já. En það er samt gott að nafnleynd ríki í þessu tilfelli hverja þessar tvær stelpur voru. Já, akkurat. Þið getið sendt okkur enga skilaboð. Já. Við viljum það Nei. Já, ég var kannski bara, þú veist, að því að komið þannig að óskalögu byrja kannski bara að jákvæðinin. Byrja á jákvæðinni. Já, jákvæða konan. Þetta er eitt af svona þessum, skal ég ykkur segja, slögurum sem hafa fyllt okkur hvað lengst og er bara alltaf jafn gaman að spila því þetta er svo óþólandi lag. Hrikalegt. Því að það fjallar í rosalega jákvæða konu sem á ekkert að vera svona jákvæð því að hlutinni fara síversnandi hjá henni. Þið hafið örugglega heyrt þetta flest áður en það er bara viðeigandi að halda samt í smá jákvæðni núna. Sem maður hefur samt ekki þegar maður hefur fengið lag hjá Lín. Nei. Enda vitum við það að ef helvíti er til þá er Lín með útibú þar. En þetta er hins vegar geggjað. Ég fór í búðin í dag og það var engin kvöð. Mér er sama þó ég standi í röð því það var geggjuð útsal í dag og allt mér gengur í hag. Á rauðu ljósi það er allt í lagi. Stundum stöðum mæla sagt ég fæ en það er geggjað veður í dag en þá allt mér gengur í hag. En skyndilega skellur stormur á. Ég fer út af lendi ofan í gjá en það er geggjað útsýni hér er enginn fyrir mér. Ég fór í hátíðsleik dag, hann klippti eyrun af. Það var í lagi því hann afslátt mér gaf og það var geggjað special price. Hann var ógó, sætur og næs. Tek bensín út allt það fer. Missi eldspýt og það kviknar í mér og það var geggjað en dálítið heitt. Ég er illa brunnin og ég sé ekki neitt. Og þrátt fyrir endalausa jákvæðinni sína þá lést Sigríður á sálum sínum. Hún steig niður til heljar og þar sem hún stóð frammi fyrir kölska sjálfum þá á hún að hafa melt af örum. Oh my god, sjálf! Þetta er útibú frá Lín. Þetta er geggjað sjúbidú. Þetta er alltaf að hress. Já, og þetta var óskalag fyrir hana Hildíunu. Gjörðu svo vel. Þetta er, við verðum að halda í smá jákvæðni þó við séum kannski jafn jákvæð og hún Sigríður. Já, og þá við séum ekki lengur að fara í hárgreiðslu. Nei, ekkurat. Það er náttúrulega ekki í boði. Nú eru bara skálarklippingar heima. Já.
og bara það hljóta allir að eiga skálar í sínum stærðum og... En svo hvað var það sem að Víðir sagði, snillingurinn sá? Að við erum öll að vera ljóta hárgreiðslu næstu vikunar. Já. Það er endar ekki mikil breytingi, ég held að ég hafi farið... Been doing it for years! Doing it for years! Lesbíu Já, partílagi. heyrðu, góðan daginn. Fyrir hádegi á föstudegi. Mér finnst fólk vera að fara að færa sig upp á skaftið Já, hérna, heldur betur. Nei, við verðum að sjálfsögðu við Öllum óskum, það er spurning, viltu taka slá í gegn kannski? Já, það er eldra óskalag. Slá í gegn kom fyrst, sko. Og það var fyrir Díönu eða ekki? Jú, en það var líka bara, sko, að því að við erum að tala um þetta, hvert við komum og hvert við ætlum að stefna svo í framhaldinu, hvaða breytingar verða á samfélaginu og ég held að, þú veist, við verðum kannski öll bara svolítið auðmjúkari, við verðum, þú veist, við kannski höldum fjarlægðinni áfram í einhvern x tíma eftir að samkomubanninu lýkur, þú veist, hvað haldið að fólk verið jafngjarnt á að faðmast og svona, ég ætla að vona að við verðum ekki helsprittuð þetta til frambúðar, en það er nefnilega, sko, fyrir suma er þetta líka bara svo góðsend í það, til fólk sem er svona fullt á móti, þetta hefur allt á hotnum sér og það er einhvern veginn, þegar eitthvað svona kemur upp eins og núna COVID-faraldurinn, þá eru þau bara sagði ykkur það, þetta er allt ömurlegt og einhvern veginn, þetta gengur svolítið bara upp í hendurnar á því fólki en það gleymist oft í umræðunni fólk sem er svona fullt á móti að það er fólk sem á sér vonir og drauma og tilfinningar og eitthvað svoleiðis kjaftaði og ég samdi lag fyrir nokkrum árum síðan sem að ég reyndi að fanga, því mér er svo gaman að setja mig í spor annarra og þarna reyndi ég að setja mig í spor manns sem er svona full á móti en dreymir samt það að slá í gegn og lagið heitir það en ásamt ekkert skylt við stuðmannalag með sama nafni og þetta er svona slá í gegn, óskalag fyrir Ísafjörð. Yes! Hvernig er þetta? Ég veit ekki hvað. Það er svo ósköp skrítið með að leið og kemur sól Garðurinn virðist soga til sín eintóm krakkafól sem liggja í hrúgum í sólbaði þegar ég ætla að fara að slá en það er engum nema þeim að kenna ef þau fara ekki frá ég mun slá í gegn og kannski slá í gegn þau öll Ég tók málið upp á húsfundi en ég fæ víst engu breytt Andskotans fólkið yppir öxlum og gerir ekki neitt en ég mun slá í gegn og kannski slá í gegn þau og þetta er ömurlegt og það er fucking svog það sökkar feitt að búa í blokk sérstaklega þegar faraldur er í gangi neyðist maður til þess að hitta nágranna sína Já, og snert alltaf takkana í lyftinu og svona Já Új, eins og ég sá svona vídeo af fólki að örugglega í Kína eða eitthvað bara frá því bara í febrúar þá var sett svona mynd það var bara svona fólk sem var bara svona sleikt í takka í líku þetta er bara fólk sem vill sjá heiminn brenna ekki bara sjá heiminn brenna, heldur brenna heim já með munnvatni já, með munnvatninu sínu, COVID-smittaða munnvatninu sínu það var, já nei, akkurat, þú veist, ég held að verði svona það verði alveg eftirköst að þessu, ég held að fólk þú veist, það verður tregara til þess að, þú veist, eru handabönd hverfa, verður fólk bara svona namaste það er til skilnaði, já, það er komið annað óskalag, skilnaðalag já, það er bara hrúast inn óskalag enda með því að við ætlum nú ekkert að spila svona mikið við ætlum að bara að tala hérna en það er bara flott og líka bara endilega að það hafa einhverja spurningar þá bara hendið þeim fram já, óhrædd við það já, en það er gaman líka að tala smá veruleikan þannig hann er orðinn og svona algjörlega, veruleikin, þið heyrðu það fyrst hér það eru lengur búin að nota já, örugglega þetta er nefnilega merkilegt líka eins og margir eru búin að tala að mér finnst rosalega erfitt að horfa á sjónvarpið sko, því að mér finnst fólk vera bara það er allir að snertast og
og allir einhvern veginn að heilsast og þetta bara rosa skrítið hvað maður fljótur að svona endur tengja heilan í sér. Já, ég veit það. Þetta skrítið hvernig fólk úr bíómyndum sem voru teknar fyrir mörgum árum bara ekki getting with the program. Nei, nákvæmlega, bara eitthvað. Og bara hegða sér eins og ekkert hafi í skorist. Það gerur ekki grein fyrir það eftir 20 ár þá eitthvað. Já, ég eiginlega bara mest hissa á að það sé ekki komnar fram einhverja svona kröfur frá almenningi að þetta sé bara tekið af dagskrá. Eða það sé svona trigger warning hvernig veruleikinn var áður. Ég bara, þú veist, fæ áfallastreitur öskun við að... Já, nákvæmlega, þetta kom bara svona banner fyrir framan bara. Já, bara varúð. Varúð, þið vita að þetta var tekið upp áður en lífið varð eins og það er. Eins og áður en það varð ömurlegt. Díó, það er förstaður, krakkar. Láti ekki svona. Sorry. Heyrðu, lesbíulagið, það er komið second wish hérna, það er komið önnur ósk. Verður ekki að skella í það? Jú, það er þetta, já, ég skal taka það. Líka bara því ég fatt að ég tók það ekki á, það verða sýndir í kvöld, svo við notum plöggum okkur sjálfum. Tónleikarnir sem við tókum upp á Græna hattinum, við komum með Græna hattinn heim í kvöld og einhver lög sem við erum búin að spila núna verða þar líka, þess að í kvöld á N4. En lesbíulagið ekki, ég ætlaði nú að taka það en svo var ég ekki alveg viss hvort að þjóðin væri tilbúin að heyra það, en þetta er sennilega eitt af þeim lögum sem maður er oftast beðinn að spila. Þetta er líka sundalega gott lag. Það er byggt á sönnum atburðum. Ég var að leigja með góðri vinkonu okkar sem vill svo til að er lesbía og það er ekki frásögufærandi, don't say. Og nema hvað að einn sundagsmorgun þá vaknaði ég við að ég heyrði læti í stofunni, fór fram og það voru 15 lesbíur að borða morgumat. Og ég var svo hræddur að ég fór bara inn í herbergi og samdi lag það og ég færi kannski örlítið í stílinn, en þetta er lesbíulagið. Ég vaknaði á sunnudagsmorgni við dálítið undarleg hljóð. Ég vissi ekki hvað var að gerast, en ég var að rekja på slóð. Og ég gekk fram á gang og hlustirðu lagði. Gekk fram á gang og ég þagði. Ó já, en veistu hvað ég sá? Það voru lesbíur út allt, lesbíur út allt. Og þarna lítil lesbía og önnur stærri lesbía og þarna þriðja lesbían og nú er bara bylgjulestin maður. Lesbíur út allt. Þetta er ekki búið, sko. Hvað eru þið að gera í mínum húsum? Spurði ég lesbíurnar þá. Og loksins kom svo stærsta með svar. Hún sagði afsakaðu mig, en ég náðist ekki alveg. Ertu nokkuð til í að endurtaka þig? Og afsakaðu mig, en ég náðist ekki alveg. Ertu nokkuð til í að endurtaka þig? Alveg sjálfsagt, elskar mín, ég sagði bara það voru lesbíur út allt, lesbíur út allt. Og þarna er lítil lesbía og önnur stærri lesbía og þarna er þriðja lesbían og nú er bara bylgjulestin mætt. Ég verð þá bara inn í herbergi ef einhver þarf á mér að halda. Ok. Já. Þetta er eitthvað við uppáhalds. Lesbíulagið. Þetta er stórkostlegt lag. Og segir líka svo margt svona bara þjóðfélagsástandi. Já. Þetta er mörg lög í þessu lagi. Marglaga lag. Þetta er svona layered lag. Já. Lög í laginu. Já. Þannig að já, það er mörg lög í samfélaginu og margt sem er að gerast. Ég er búin að sjá að sumir eru farnir að því að ástandið er víst miklu harðara víðsvegar annars staðar. Eða flestum öðrum stöðum. Eins og til dæmis í Bretlandi þá er ég var að tala við vinn minn í Bretlandi í fyrradag eða eitthvað. Og hann var að tala það að náttúrulega útivistarbann þannig þú mátt bara fara einu sinni út á dag. Og það er búið að hvetja nágrannana til þess að fylgjast með.
Þannig að ef þú sér nágrannaðinn fara út, þá áttu bara eitthvað, heyrðu, hann búinn að fara einu sinni út og það má bara fara einu sinni út á dag til þess að afla vista. Já, frábært. Það bara, þetta svona hvetja til svona Big Brother, já, paranoíu og svona yndislegt. Þetta svo huggulegt eitthvað. Og nema hvað að einhverjum hefur fundist það svona, eitthvað svona ákveðin séns í að nota sér þetta, því að ég veit ekki hvort þið búin að sjá það, en finni það ef þið ekki búin að sjá það. Það maður sem búinn að taka svona og veðja utan sig allan svona gervigróðri, svona gerviplöntu einhverju og svo svona að laumast eftir gangstéttinni og svona rúlla sér við götuna og svona þykjast vera runni allstaðar. Og mér finnst það svo ógeðslega að finna í grenja og hlátri og horfa á það. Fólk hefur of mikinn frítíma. Það er náttúrulega vandamáli. Það er vandamáli. Já, og nema svo fylgir það líka sögunni að svo kom hann tilbaka bara með haldapoka, þá var hann bara fara til búð. Hann bara ákvað að gera það í svona in style. Já, ég meina, og maður á alltaf, ef maður getur, að gera hlutina með stíl. Með stíl, með... Í raskat. Já. Nei, það er föstudagur. Það er það sem að, what you keep saying. Já, ég veit það, maður þarf að minna sig á hvað dagur er því að það er það er ekkert annað sem að, aðgreimt dagana lengur, heldur en bara, Hvað þú munir það? Já, þegar þessu öllu líkur, þá ætla ég að vita það bara sjálfsdáðum hvaða dagur er. Ég vil ekki þurfa að horfa á símann minn eða fletta því upp í kalendarnum, í tölvunni, hvaða dagur er. Það verður ég ætla að gera þetta alveg sjálfur. Já, ég er ánægð með þetta. Já, þetta er bara, maður verður að viðhalda sjálfsbjargar viðleitninni. Já, það er eina rétta í stöðinni og þetta er svona, og við vorum líka að veltaði fyrir okkur með þennan tíma að það er eitt svona sem að verður ekki erfitt að muna eftir kannski 10-20 ár og það er hvar við vorum. Nei, akkurat, við vorum að ræða þetta að það er, að því að með alla aðra svona stóra viðburði í heimsögunni þá er fólk alltaf bara svona býtu því að þú manns hvar þú varst þegar tvíburaturnarnir féllu eða þegar þessi frægi einstaklingur dó þegar Diana prinsessa lenti í bílslysinu og ég veit ekki hvað og hvað, en það er, það verður aldrei samtalsefni á bar eða einstæð eitthvað, hvar varst þú þegar COVID gekk yfir? Heima. Við vorum öll heima. Þú manst að við vorum heima. Við vorum saman heima. Við verðum allir bara brjálaðir. Það er alveg þannig. Og reynda skemmtilegt af því að við erum þetta samtalsefni að af því að ég man til þess að ég var í íþróttamiðstöðinni í Þelamörk þegar tvíburaturnarnir féllu. Já. En ég var bara heima núna. Já. Bara, nema reynda núna er ég augnablik heima hjá Villa sem er mjög skemmtileg tilbreyting. Það sem þú ert að segja er þú hafðir fjarvistarsönnun. Ég hafði fjarvistarsönnun. Það er sem ég að reyna svona, en þú eyðilega það. Já. Þér tókst það. Svona er þetta. En það náttúrulega margir eru í þeirri stöðu að vera kannski í sóttkví með maka eða og það getur valdið streitu. Maður spáir í annarkvort verður svona metár í barneignum snemma á næsta ári. Ég held að bara janúar og febrúar þá munur ljósmæður ekki hafa undan. Eða þá bara að það verður skilnaðaralda. Já, það er víst búið að bresta á í Kína. Í Kína, já. Þegar fólk losnaði út, þá bara allir sundur. Já, akkurat, þannig að það kom hérna... Ekki allir, kannski, en nokkrir. Nokkrir. Þau eru svo mörg. Þannig að, já, en mjög, á íslenskan mælikvarða mjög mikið. Það kom hérna óskalag skilnaðar. Já, skilnaðarlag. Kom beint frá Ingibjörgu, var það? Jú, mér sýndist það. Mikil ást. Við flytjum þar á græna hattinum líka í kvöld, en það er allt í lagi að taka það núna. Þetta er sem sagt skilnaðarlagið. Hefur nokkuð að hafa einhvern lengri formúla að því? Er ekki bara? Hann skildi aldrei það sem í hjarta mér brann. Hann skildi ekki þessar tilfinningar sem að ég fann. Fyrr en bara loksins að ég skildi við hann og við skildum hvort annað. Já, einmitt, hún skildi ekki sáttina sem endalaus bauð. Hún skildi ekki það ég vildi túnfisk á brauð. Fyrr en bara á endanum að uppúrða sauð og hún skildi ekki neitt. Nei, ég það ekki. Nei, hún skildir ekki neitt. Það er bara það sem gerði. Nei, það var bara nákvæmlega það sem gerði. Já, ok. Hann vann og vann og vann og vann og vann og vann og vann. Og vann og vann og vann og vann og vann og vann og vann. Og vann og vann og vann og vann og vann og vann og vann. Svo ég skildi við hann. Þetta er nú ekki alveg sanngjarnt. Ég var stöku sinnum frameftir í vinnunni, en ég gerði það bara til að sinna henni og líka til að viðhalda spennunni, en hún skildi
Alltaf eftir leirtau í vaskinum Já, og það var nei, bara það var þú sem gössalega. að Nei, gera ég það. gerði það ekki, það var þú sem gerði það. Ég held það yrði ekkert mál að skilja við hann, en úr þessu var dómsmál, síðan málið ég vann. Lausnin fólst í því að setja nálgunarbann, nú ég skilin við hann. Ég hélt ég væri óhultur í skugganum, en ákvað svo að færa mig að glugganum. Ég ætlaði bara að tekka á því að ganni hvort hún væri þarna inni með öðrum manni. Ég skreið nokkuð langa stund í leðjunni og kannski var það endurkast af sveðjunni sem gerði það að verkum ég er búinn að prófa að vera klefatíkin að stóra Jóa. Ég ligg bara í kojunni og í kottans slefa og við ósk ég hefði endað í öðrum klefa. Ekki kvöld Jói, ég er með hausverk. Þetta var svona skilnaðarlagið okkar. Já, Já. hann er nú það. Svona típískur skilnaður. Svona típisku, bara svona, Já, já. bara Siggi og... Ímyndaði mér, ég hef aldrei skilið þannig að ég bara... Já, nei, ég mitt ekki, ég heldur hann. Þetta er bara svona það sem maður sér út undan sér. Já, akkurat. Maður peikar þetta upp Já, svona já. bara í náttúrunni. Og bíómyndum og... Akkurat. En svo er það líka þetta sem fólk er að tala sem er alltaf þetta bölvaða tímaleysi sem er búið að hrjáða og núna loksins er fólk komið með tíma. Það er komið allan tíman í heiminum og nú er farin að birtast svona alls konar brandar það að ég er búin að ætla að djúprensa íbúðina mína en svo uppgötvaði ég núna bara að tími var ekki vandamálið. Nei, akkurat. Og þetta er eitthvað sem að við sem sko verktakar og sjálfstætt starfandi listamenn höfum vitað árum saman. Já. Að það að hafa eitthvað tíma, það þýðir ekki að þú sért að fara að gera eitthvað sem þú er búin að ætla að gera lengi. Svo sannarlega ekki. Gaman að þið skildu halda það samt að í smástund. Og líka gaman að fólk sé svona komið, búið að svona kynnast svona lífið manns. Já. Hvernig lífið er í alvörinni. Akkurat, þú veist, loksins tengir fólk við okkar veruleika. Þannig að ég veit það að næst þegar listamannalögunum verður úthlutað, þá mun enginn rífa sig. Nei. Það verða allir bara geðt glaðir að við höfum alla þessa afþreyingu til þess að þá hafa ofan á fyrir manni í þessum síðustu á verstu. En ég ætlaði einmitt að semja lag það, ég samti lag það daginn, hvernig það er að vera listamaður. Og þetta er einmitt lag sem ég flutti ekki heldur á Græna. Nei. En ég ætla að flytja það fyrir ykkur núna. Þetta er lag sem að bara heitir sem sagt ritstífla, sem er alltaf það, þú veist, þó að maður hafi allan tíman í heiminum, þá er það ekki það sem að gefa manni sköpunarkraftin. Það er kannski eitthvað annað eins og að hitta fólk og alls konar. Og þetta lag bara fjallar þetta ferli sem það er að fá ritstíflu. Og það er sem sagt svona. Þetta var ritstífla. Þetta var ritstífla. Við tengjum öllu við það. Nei, sko, svo náttúrulega, ég veit með það skrítið núna náttúrulega 1. apríl. Já. Og aprílgöbb einhvern veginn höfðu ekkert, allavega ekki fyrir mig, einhvern veginn svona sömu meiningu þegar, þegar allir eru eitthvað innilokaðir, þá er ekkert, þú veist, gaman að þú lætur einhvern hlaupa innanhús apríl. Nei. Ekkert eitthvað svona alvarlega. Ég reyndi að plataði systur mína hérna upp eina hæð, en ég meina, þú veist, það var samt ekkert, það yljaði mér ekkert hjarta mjög lengi að ná því. En sko, ég bara hugsaði, þú veist, svo kom þannig aprílgabb að Siðmennt og Þjóðkirkjan hefðu sameinast. Það var mjög gott. Það var mjög skemmtileg rökin líka sem voru færið fyrir því. Þetta skemmti mér. Já, ég algjörlega, sko. Og ég mitt allt bara í hugsun að fyrst við erum bara dottinn í hennan spilunargír, sko. Þú veist, við erum alltaf náttúrulega, höfum þangað til að það bara varð engin markaður. Þá vorum við alltaf að leita okkur að nýjum mörkuðum til þess að króa af. Og meðal annars þá fattaði ég í haust þegar Agnes biskup fór að tala að það hefði orðið siðrof í samfélaginu. Bara því að það voru svo margir búin að skrá sig úr Þjóðkirkjunni. Þá fór ég að hugsa, mér finnst þetta nú ekki alveg sanngjarnt hjá henni Agnesi, sko. Þannig að ég ákvað að semja sunnudagsskólalag, því það er enginn í því lengur. Og bara því við erum dottinn í þennan óviðeigandi gír, þá bara ætla ég að spila það fyrir ykkur því að þetta sunnudagsskólalag er beint upp úr Gamla testamentinu.
Og sunnudagsskóli Villa svona. Guð mun koma og sækja okkur öll. Við borgum sálinn í leigu í himnana. Því Guð mun koma og sækja okkur öll. Allar nema hommana. Og heldur ekki fráskilda. Og þar af leiðandi ekki einstæða foreldra. Svo reynið nú krakkar að róa ykkur. Og hættið strax að fróa ykkur. Því Guð eins og perrakall. Hann alltaf að fylgjast með. Og þið getið huggað ykkur við það heima í sótkví. Já, þið eruð aldrei einn. Nei. Já, þetta er ýmislegt sem á dag okkar hefur drifið og við höfum fundið okkur knúin til þess að semja lög. Heldur betur. Þetta, við reiknum það út bara daginn, ég held að svona okkar á milli, þú veist, bæðið sem við annarkvort samið saman eða sitt í hvoru lagi, þá erum við búin að semja yfir 200 lög. Já, þetta er... Myndið 200-300 lög, þetta safnast alveg ótrúlega. Náttúrulega flest eru svona mínútur. Já, nei. Nei. Það er enda bara svona í seinni tíð sem við höfum farið að semja svona lagbúta. Já, ég held að það kemur heldur til sko bara af því að þegar mann að skemmta og svona þá er oft betra þakklátara allavega þegar fólk búið að fá sér svolítið í glas eins og núna. Eins og núna, krakkar. Þá er athyglisbann fólk svo þakklátara fyrir að það sé ekki of langt. Já, það er betra að fólk muni byrjunina þegar pönslan kemur, eins og þú hefur sagt. Já. Það er svolítið lykillinn að þessu sem við gerum. Já, það er alltaf þannig. En bara, það er ekki gaman að heyra ykkur. Einmitt. Þetta er atriðið Sesselja fær heilablóðfall. Ég veit ekki hvað gerðist. Allavega, það er mikið búið af fólki og gaman að fá að heyra frá ykkur. Þannig að ef þið eru með einhverjar spurningar, eitthvað sem einhver langar til að forvitnast svona á lokametrum, það er bara 3 mínútur eftir. Og nú fyrir hver að vera síðastur til að koma sinni skoðun á framfærið. Já. Þannig að ef það er einhverjar spurningar eða þið hafið eitthvað brennur á ykkur þá. Já, einhver langar til að koma ykkur á framfærið. Ég fór að hugsa gamla Cliff Richard lagið, við getum breytt textanum og sungið hérna. No one's going on a summer holiday. We'll be locked in for a month or two. Já, þetta er mjög fallegt. Já. Og svo líka þarna, já, og ég framhaldið þarna, Job, hvað var það aftur? No more working for me and you. Já. We go to. Já, annars bara þökkum við kærlega fyrir. Ég held að það verður nú bara ekkert mikið lengra. Nei, förum bara að slá botninn í þetta. Þakkið við kærlega fyrir að fylgjast með. Við þökkum þekkingarneti Þingeyinga kærlega fyrir að fá okkur. Leyfa okkur að rífa okkur hérna á föstudegi. Já, sannarlega. Vilja mjög upptekið á þessu föstudags. Og svo bara hvetjum við ykkur endilega til þess að fylgjast með tónleikunum okkar á Græna hattinum. Á Græna hattinum í kvöld. Þar spilum við mörg lög sem við spiluðum ekki núna. Þeir eru sýndir á N4 klukkan 9. Já. En bara þekkingarnet Þingeyinga, takk fyrir okkur, takk fyrir að fylgjast með. Takk fyrir okkur. Við erum Vandræðaskáld og sjáum sem fyrst aftur og farið vel með ykkur. Farið vel með ykkur og farið varlega. Haldið 2 metrunum og spritið ykkur og þvoið ykkur og elskið ykkur. Ást og friður. Ást og friður. Sjáumst.